Það gert alveg gífurlega sterkur sigur hérna á Blikum, þú hlýtur að vera sáttur. Já, ég er bara mjög sáttur. Þetta var alveg liðsframmistaða og við bara vorum að berjast í 90+ mínútur og við sem þetta er erfitt og bara frábært að fá þessa sigurtilfinninguna sem maður segir alltaf í fótboltanum. Ég talaði við Kjartan Henry áðan, hann sagði var mikið að tala um þessa stemningu sem var inn á vellinum. Já, það var náttúrulega bara gríðarleg stemning, þú veist. Þegar við fórum í tæklingar og unnum skallaeinvígi og innkast og þá vorum við bara allir að öskra og vorum bara alvöru peppaðir í leik og ég held að það bara segir hversu sterk liðsdeildin er í þessu liði. Og þú heldur betur í stuði í dag, 2 stóðsendingar. Já, það er alltaf komið að klikka hjá mér núna, bara að halda áfram og já, bara gott að geta hjálpað liðinu. Og liðið heldur betur á siglingu, 3 sigrar núna í síðustu 4. Já, algjörlega, við erum alltaf með frábært fótboltalið og hérna, þú veist, þetta voru fyrstu leikirnir, þú veist, þetta var bara óheppilegt fannst mér, þú veist, við vorum alltaf inn í öllum leikjunum en hérna, það var ekki að detta með okkur og við hefum bara sýnt það að við erum búin að tengja núna saman sigra og bara flotta frammistöður í síðustu leikjum. Það er ekkert búið að breytast neitt frá þessum byrjun tímabils? Nei, ekki sem mér finnst bara, þú veist, við heldum bara áfram og við heldum áfram að gera skipulagið vel og berjast fyrir einhvern annan og ég meina þá koma bara sigrarnir og það bara sást í þessu leik að við vorum að berjast fyrir einhvern annan og það kom alveg stemning í hópinn. Ég veit ekki hvort þú veist það en þeir eru með alveg takin á Blikum í Kaplakrika. Það tapað einu sinni á síðustu 6 árum. Já, ég vissi það ekki en þú veist, það er alltaf erfitt að spila mútið Blikunum og við náðum bara að hleypa inn í svæðin sem við vildum og náðum að loka vel inn á miðjuna og við hleyptum ekki í millisvæðin og ég meina það gekk bara upp og þá bara fengum við sigurinn. Takk hérlega. Takk fyrir.